Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst komið að því að tala aðeins atvinnu- og nýsköpunarhelgi á Akureyri og kannski byrjum á því verið velkomnir að rifja upp forsöguna. Matti, þú varst nú í þessu þegar þetta var að fara af stað hérna. Hvað eru þetta mörg ár? 2010 held ég að vera fyrsta skipti hjá okkur. Og ég sá þetta auglýst fyrir sunnan, Startup Weekend. Og og haldið í Landsbankanum þar. Þetta er náttúrulega í miðju hruninu okkar og allir að hugsa hvernig það var að skapa ný tækifæri og hvernig fólk þess að skapa ný störf og nýja sénsa. Og ég skellti mér bara suður á eigin vegum og fór að skoða þetta og plantaði mér inn á næsta hótel og sagði við aðeins sem var að halda utan þessu sem heitir Kristján Freyr Kristjánsson sem var hjá Innovit. Að ég vildi halda svona fyrir norðan og ég fekk svo gott fólk með mér til þess að standa þessu hér og við fengum til liðs við okkur fullt af fyrirtæki sem var til í að styðja þetta. Háskólinn, Kælismiðjan Frost, Samherji og Norðlenska Matvælumörk og tugi fyrirtæki sem hafa lagt okkur lið og þetta held ég í 7. skipti sem við erum að gera þetta og við höfum verið með þátttakendur alveg frá 30-40 manns upp í 100 manns og þetta alveg ótrúlega gaman og maður lærir alltaf eitthvað nýtt. Þetta snýst allt að finna svolítið nýjar hugmyndir til þess að fara af stað með. Hvernig skipulagið á helginni? Hvernig virkar þetta? Þetta í rauninni ótrúlega einfalt og þessi helgi ótrúlega skemmtileg fyrir þá sem eru með hugmynd og vilja vita hvort það sé eitthvað vit í henni. Jafnvel alveg sannfærður að þetta sé stórsniðuð hugmynd að nýta helginni í að koma inn í framkvæmd. Við í rauninni bjóðum upp á alla aðstoð sem þarf að halda, það eru mentorar sem koma og sérfræðingar sem að hjálpa fólki að koma hugmyndunum sínum áfram. Í rauninni á föstudegi þá kynna allir sínar hugmyndir, svo eru mynduð teymi utanum í rauninni bestu hugmyndirnar. Svo hafa menn laugardaginn til þess að vinna að þeim og sunnudeginum eiga menn síðan að kynna það sem þeir hafa gert, þeim árangri sem þeir hafa náð yfir helgina. Svo dómnefnd sem velur og svo einhver sigurvegari. Það 1 milljón í velun og getur nýtt það þá til þess að koma hugmyndinni almennilega á flug. En markmiðið í raun að nýta helgina eins vel og hægt koma hugmyndinni framkvæmd og sjá hvort að það sé áhugi fyrir henni og halda þá áfram. En helgin einmitt að byrja bara núna og verður þessa helgi. Hvað líka fólk að mæta sem ekkert endilega með einhverja hugmynd heldur vill bara taka þátt í sköpunarferlinu? Já, það eiginlega partur af þessu og sem gerir þetta svo skemmtilegt. Það líka bara hæfileikafólk sem mætir, sem ekki venjulega sérstaka hugmynd, grafískir hönnuðir, það eru forritarar, það líka bara fólk sem hefur einhver aðra hæfileika og vil koma þeim í farveg. Og þeir geta mynda þá teymi með hugmyndasmiðum. Hugmyndasmiðinni kynna sínar hugmyndir og segja, heyrðu, mér vantar forritara, heyrðu, ég forritari, má ég vera með? Og þannig myndast teymi og ólíklegasta fólk sem farið að vinna saman einhverju hugmynd og kemur inn í framkvæmd og jafnvel síðan myndast þarna tengsl sem að halda áfram. Fólkið kynnist þarna með stofnendum sínum að fyrirtæki og sem aldrei hist áður en fer síðan að vinna saman í kjölfarið. Hvernig það þegar þú varst að tala þetta ekki fyrsta skipti sem við erum að halda þetta. Hvað hefur komið út úr þessu? Hingað til? Það hafa komið alls konar fyrirtæki sem þetta hefur svona verið upphaf af mörgum góðum hugmyndum. Til dæmis það eru aðilar sem hafa farið að vinna þróun á sérstökum barnanakk fyrir hesta, fyrir fólk sem er í hestamennsku og það eru aðilar sem hafa verið að vinna þróun varðandi sölu á rabarbara. Það eru aðilar sem hafa verið að þróa app fyrir kennslu og allavega lausnir sem eru ennþá í gangi og vinna að sko. Og það sem að Stefán kom inn á að fólk komi með sína hæfileika á borðinu, öll höfu hæfileika og sumir eru leyndir og annars slíkt sko, sumir eru alveg vissir að þeir hafa enga hæfileika en svo kemur það í ljós þegar þeir koma inn í svona teymi að allir geta lagt eitthvað til og ég náttúrulega bara hvet alla til þess að sem bara hafa áhuga að sjá eitthvað verða til og bara hvetja þá til þess að skrá sig og mæta sko. Það náttúrulega svona helgar, þær gera alveg ótrúlega mikið fyrir marga vegna þess að fólk kannski ekki endilega að leitast eftir því að fá okkur forritunar aðalegi teymi. Það hugsanlega bara leitast eftir því að fá okkur til að efla hugmyndina til þess að hvernig get ég markasett frekar
rabarbarræktinu mína sem ég ætla að fara að vinna með hérna. Hvernig get ég markasett þessa gönguferði sem ég ætla að fara að vinna með? Hvernig fæ ég fólk til þess að koma og smakka þessar vörur sem ég að þróa og búa til hérna í þessu litla eldhúsi mínu og annað slíkt sko. Þannig að það alls konar hugmyndir og alls konar fólk sem við viljum sjá og vinna með þarna. Við heyrum nú oft það í nýsköpunar hugmyndir, þær séu ansi stórt hlutfall sem einhvern veginn bara floppar og verður ekkert. Hljómar svo geðveikt góð hugmynd heima í sófa með kaffibolla og að maður með eitthvað alveg stórfenglegt og svo sér maður það í gegnum til dæmis nýsköpun að hlutfallið af hugmyndunum sem kom inn og hlutfallið af þeim sem einhvern veginn virkuð ekki mjög hátt. Verður fólk ekki þar af leiðandi svolítið smeygt við að fara af stað með eitthvað sem maður klikkar? Jú, og þetta partur af því að hefur komið í ljós að karlar eru miklu líklegri til að gera þetta heldur en konur. Konur virðast vera varfærnari þegar á að fara af stað í svona verkefni og við höfum séð það því að ég var nefnitt hjá Innovate, hjá þar sem Kristján var í nokkur ár og þar sáum við að hlutfallið var, konum fækkaði eftir því sem meiri alvara færðist í spilin, eftir því sem að hugmyndirnar þurftu að vera komnar lengra eða eitthvað slíkt, þá fældust konuna frá. Og þetta eiginlega verðust rannsóknarefni, hvers vegna konur eru svona einhvern veginn varfærnari þegar kemur á þessu. Og við höfum verið að berjast fyrir því og ég veit það að Innovate hefur gert það í tengslum við gulleggið sem svona hugmyndasamkeppni að reyna að fjölga konum. Og ég held að það sé full þörf á því að konur eru mörgu leyti betri frumkvöðlar ef eitthvað af því að þeir fara sér varlegar en standa sér síðan betur þegar á hólminn komið í flestum tilfellum. Þannig að þetta þarf að laga en þetta raunverulega staðreyndin að fólk vílar það eða veigra sér við því að taka þátt af því að þetta ákveðin áhætta. En þegar að hlutinni gangi ekki upp, þá bara að byrja aftur. Það það sem lykilatriði. Það gefast ekki upp, halda áfram og ef hugmyndi gengur ekki upp, þá allavega veistu það að þetta gengur ekki, ég verð að pröfa eitthvað annað. Eitt að lokum, ég veit að það eru sérstök aukaverðlaun að þessu sinni hjá atvinnu- og nýsköpunarhelginni. Já, það Eimur, orkufyrirtæki fyrir norðan sem samstarfsverkefni Norðurorku, Landsvirkjunar og fullt af aðilum á svæðinu og á landsvísu og það sérstök orkuverðlaun þar sem það kemur bestu hugmyndar sem snýr á orkunýtingu og það bara þó nokkuð vegleg verðlaun, 500.000 krónur. Þannig að ef þú ert í háskólanámi eða ekki í háskólanámi, þá hvet ég fólk til þess að koma og vinna. Það eru alls konar tækifæri að nýta orkuna betur. Takk fyrir komuna, herra minn. Ég hlakka til að heyra eftir helgina hvaða hugmyndir koma næst. Það verður spennandi. En við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.